Þegar ég var strákur, þá var ég látinn koma í kirkju. Ég man þegar ég var 6 ára, 7 ára, 8 ára, 9 ára og vitið það, mér fannst gaman að koma í kirkju. Og einhver tíma var svona skrítinn kall eins og ég áðan að syngja upp á palli og ég man það, mér fannst hann eitthvað svo skrítinn og skemmtilegur að ég benti á hann, sjáiði, og þá var einhver sem sló á hendina á mér, svona gerir maður ekki í kirkju. En það allt í lagi, krakkar, ef það eitthvað skrítið, þá allt í lagi að benda. Ef ykkur finnst hérna skrítni kallinn skrítinn, þegar ég sjáið hann á eftir, þá bara bendið á hann. Hann nefnilega, hann heldur hann sé orðinn 8 en hann bara 50. Hvað, þú 10 og ég 15, nei, hún 15. Við vorum að reyna að reikna meðalaldurinn nefnilega áðan í kirkjunni. Þannig að þið björguðu lífi mínu með að koma. Hann var að segja, var allir svo gamlir hérna. Ég sagði að meðalaldurinn væri að koma niður. Og svo bara komið þið. Þannig að ég ætla að gefa ykkur aftur gott klapp. Amen. En vitið það, þegar ég var strákur, þá átti ég svona uppáhaldspredikara. Og vitið þið hverjir þeir voru? Það voru þeir sem töluðu mjög stutt. Og svo átti ég svona predikara sem ég sagði að væri leiðinlegir kallar. Og það var að því að þeir töluðu alveg ægilega lengi. Þannig að ég svona bæði leiðinlegur og skemmtilegur. Stundum tala ég stutt og stundum tala ég lengi. Ég veit ekki hvernig það gengur í dag. En ef ég búin að vera mjög lengi, þá byrjiði bara að klappa og þá kannski stoppa ég. Eða held áfram, þá held ég að þetta sé svo gott. Hvað haldið þið? Ekki bara segja pú. Nei. En vitið að við erum að fara í gegnum Jóhannesar guðspjall og í Jóhannesar guðspjalli þá eru margar sögur. Ég bað ykkur síðasta sunnudag að telja kraftaverkin í Jóhannesar guðspjalli og var það bara ég sem gerði það. Af því að ég átti hugmyndina að þá þurfti ég að gera það. Stundum kemur fólk með góða hugmyndir í kirkju. Það var einn flottur pastor í Los Angeles. Hann sagði alltaf, flott hugmynd, við gerum þetta og þú gerir það. En það eru 8 kraftaverk í Jóhannesar guðspjalli sem kannski eru svona, já, það eru 8 bein kraftaverk. Fyrsta var, man einhver það? Hann breytti vatn í vín. Þá hlýtur vín að vera gott. Eða ekki? Og vitið þið hvað voru margir lítrar? Ef þið lesið neðanmáls, þá getið þið reiknað það út að það voru 600 lítrar. Það var ekkert hann var ekki bara að breyta einni flösku. Það voru 600 lítrar, það var kraftaverk. Amen. Kannski ómikið fyrir suma hér inni. Ég held það. En það var kraftaverk. Og málið að bókin, eða Jóhannesar guðspjallið, það talar verk Guðs. Lærisveinarnir komu til hans í Jóhannes 6:28 og sögðu, Jesús, hvað eigum við að gera svo við vinnum verk Guðs? Jesús svarar þeim og segir, þetta verk Guðs, að þið trúið á mig, að þið trúið á þann sem sendi mig. Sem sagt, ef þú trúir, að þá getur þú unnið verk Guðs. Svo les ég það að Jesús, hann var alltaf að gera þessi kraftaverk. Kraftaverkin voru verk Guðs og ég ætla bara að renna yfir þessi kraftaverk bara í þessu guðspjalli að það var sonur konungsmannsins sem hann læknaði. Hann var bara dauðvona og Jesús bara læknaði hann. Og við ætlum að tala hann á eftir. Svo var það maðurinn sem var búinn að vera lamaður í 38 ár. Hann var læknaður. Bara hopeless case, vonlaus dæmi. Búinn að vera lamaður í 38 ár
og Jesús bara læknaði hann. Svo var það þegar Jesús margfaldaði brauðin og fiskana. Og ég veit ekki hvað margir hafa séð mynd af því á Facebook. Og þá er Jesús þarna með brauðin og fiskana og fólki spyr, er þetta glútenfrí? Er þetta vegan? það er margt sniðugt í dag. En það var eitt kraftaverkið, svo gekk Jesús á vatni. Og þú segir kannski, það er ekkert kraftaverk. Ég skal koma með vatn handa þér og leyfa þér að pröfa að ganga á því ef þú vilt. Það var kraftaverk. Og við lesum það á eftir. Síðan var það að Jesús læknar blindan mann. Hann læknar blindan mann. Og svo er það að Jesús hann reisir upp dauðan mann sem hét Lazarus. Og síðan er það að Jesús hann segir þeim að leggja netin hinum megin við bátinn. Þeir voru búin að vera og við höfum hérna fiskimann í dag með okkur og ég veit að honum myndi þykja það ægilega skrítið ef þeir væri búin að vera að draga net alla nóttina, alla trossur tómar, svo kemur einhver gaur og segir, heyrðu, leggiði nú bara netin hérna megin. Já, en við vorum með þau bara hérna 10 metrum hérna til vinstri. Mér dettur það ekki í hug. Sævar talar náttúrulega ekki svona. en hérna, leggiði bara og þeir gera það og það kemur þessi rosa fiskafli og það var kraftaverk. Þannig að Jóhannesarguðspjallið, það talar kraftaverk. Hvað er kraftaverk? Það er eitthvað sem er yfirnáttúrulegt. Og við þurfum svo mörg kraftaverk. Sum okkar erum bundin við þetta eða hitt. Við þurfum kraftaverk til að losna. Og Jesús sagði, ég kom hingað til jarðar til að gera kraftaverk. Ég kom til að setja fangana frjálsa, gefa herteknum frelsi. Það er sama hvaða gaddakeðjur binda þig. Jesús getur slitið þær allar með því bara að anda á þær. Hann er sérfræðingur í að gera kraftaverk. En svo er það bara eitt í viðbót. Að það var ekki bara hann sem gerði kraftaverk, hann segir í Markús 16, 18, 19 að þessi tákn munu fylgja líka, kraftaverkin fylgja líka þeim sem trúa. Þannig það er gott að trúa. Það er gott að vera trúaður. Við vorum að horfa á bíómynd í gærkvöldi og hún hét Guð er ekki dauður og það er frábær bíómynd sem talar trú. Hún talar að það er gott að trúa. Og menn komust að því að Guð, hann var ekki dauður. Hann lifir í dag og hann lifir í þér og hann lifir í mér. Og við skulum, ég ætla að lesa hérna eina kraftaverkasögu stutta, af því að þetta er svona, við erum að pæla í Jóhannesarguðspjalli. Ég sagði ykkur að ég skildi aldrei þegar ég var strákur. Það var alltaf verið að segja, lestu Jóhannesarguðspjall, byrjaðu þar. Og ég hugsaði, Jóhannesarguðspjall, Matteus er undan Jóhannesi. Og á hverju lesi ég ekki bara Matteus? Svo allt í einu sá ég þetta vers í Jóhannesarguðspjalli að þetta er skrifað til þess að þér megi trúa að Jesús sé Guðs sonurinn. Þannig að þessi bók, hún er skrifuð sérstaklega svo fólk geti trúað. Þannig að það er gott að byrja að lesa það. Eru sammála? Gott að byrja að lesa það svo við getum trúað. Ertu í vandræðum með að trúa í dag? Þú átti kannski trú. Ertu búin að missa pínu trú? Lestu þá Jóhannes. Ég er búin að vera að því undanfarna daga, undanfarna vikur, undanfarna mánuði. Nú tala ég á hátt, segir túlkurinn. Það heyrist út á götu. Það er bara gott. Nú hækkar blóðþrýstingurinn og allt. En Guð getur gert kraftaverk, hann tekur hann bara niður þegar ég er búinn. Halleluja. Nú ætla ég aðeins að reyna að slaka á, fara svona í kennslugýrin og hvað var ég að segja? Við vorum að tala kraftaverk. Guð, hann gerir kraftaverk. Og ég elska kraftaverk. Við vorum að segja að Jóhannesarguðspjallið hjálpar okkur að trúa. Þannig að ef þú átt erfitt með að trúa, lestu Jóhannes aftur og aftur og aftur. Af því að Jóhannes sýnir þér að Jesús er Guð. Þannig að lesum nú hérna frá 7. kaflanum, 16. vers, og nú er komið kvöld, krakkar.
það komið kvöld. Ekki? Bara í huganum. Nú erum við að horfa á bíó, það komið kvöld. Ok. Og lærisveinarnir, þeir fara labba niður af vatninu, stíga borð í bát og svo leggja þeir af stað yfir vatnið í átt til Kapernaum. Og nú kemur myrkrið. Og Jesús var ekki enn kominn. Þeir voru að bíða eftir Jesú og þeir gáfust upp á að bíða eftir honum svo þeir leggja bara af stað yfir vatnið. Og nú allt í einu gerir hvassan vind og vatnið tekur að æsast. Þannig að nú verður sagan spennandi. Það koma öldur. Og þegar þeir höfðu róið hér um 25 eða 30 skeið rúm, það eru 6 kílómetrar stendur hérna neðanmáls, og þeir eru komnir svona miðsvegar á vatninu. Vegna þess að vatnið eru um 12 kílómetra breitt, ef ég man rétt. Og þeir eru svona komnir miðja leið, þá sjá þeir allt í einhvern koma gangandi á vatninu. Haldið ekki að þið yrðuð hrædd ef þið værið í veiðitúr með pappa og þið værið út á vatni, svo kemur og það komið myrkur, svo kemur einhver og hann kemur labbandi á vatninu. Ég yrði alveg bara meiri háttar hræddur. Og þeir náttúrulega verða skelfingu losnir, en þá það hann segir, það ég strákar, óttist ekki, óttist eigi. Og enska biblían segir, eða frumtextin segir, I am, ég sem þýðir að þetta var eitthvað sem Guð, nafna á Guði sem hann notaði fyrir sjálfan sig þegar hann talaði við Móse, þá sagði hann, ég það nafn á Guði, I am. Þannig að Jesús segir, strákar, verið bara óhræddir, ég hérna hjá ykkur, Guð með ykkur. Og síðan gerist það, hann kemur upp í bátinn til þeirra, og þá bara eru þeir allt í einu komnir að landi. Það var kraftaverk númer 2. Þeir voru á miðju vatni og bara leið og Jesús kemur inn í bátinn, það hvasst, það rok, það rigning kannski, og bara leið og Jesús komin inn í bátinn, þá bara búm, komnir í land. Kraftaverk. Fyrst gengur hann á vatninu og svo bara, hafið þessi spurningar þátt komin í land. Frábært. Jesús sérfræðingur í að gera kraftaverk. Og ég svo spenntur fyrir því að hann segir að þið sem trúi geti líka gert kraftaverk. Hvernig væri að fara að byrja að gera nokkur kraftaverk? Ég myndi ekki byrja á að ganga á vatni, en vegna þess að hann sagði okkur ekki beint að gera það, en við getum lagt hendur yfir sjúka og við getum beðið fyrir þeim sem líður illa og Guð getur gert kraftaverk. En nú skulum við tala aðeins konungsmannin og ég ætla að lesa hérna úr Jónasar Guðspjalli frá 4. kafla vers 43 þar sem segir eftir þessa 2 daga fór hann þaðan til Galileu en sjálfur hafði Jesús sagt að spámaður væri ekki metinn í föðurlandi sínu. Og þegar hann kom nú til Galileu, tóku Galileumenn honum vel af því eða þar þeir höfðu séð táknin sem hann gjörði á hátíðinni í Jerúsalem, enda höfðu þeir sjálfir sótt hátíðina. Nú kom hann aftur til Kana í Galileu, þar sem hann hafði gjört vatn að víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son. Þegar hann frétti að Jesús væri kominn frá Júdeu til Galileu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn. En hann var dauðvona. Hann var dauðvona. Segja með mér, hann var dauðvona. Hvað þýðir það? Hann var að fara að deyja. Skilja það allir? Hann var að fara að deyja. Ok? Hvar vorum við? Þá sagði Jesús við hann, þér trúið ekki nema þér sjáið tákn og stórmerki. Voðalega skrítið svar og ég er búin að hugsa þetta svar bara núna í einhverjar 4 vikur. Ég fæ engan botn í þetta svar, þannig ég ætla að spyrja ykkur. Hvað á Jesús eiginlega við með þessu? Þér trúið ekki nema þér sjáið tákn og stórmerki. Ég meina, hér maður með dauðvona barn
hann að biðja Jesú að lækna hann og svo segir bara Jesús hreyddur út úr sér, þér trúið ekki nema þér sjáið tákn og stórmerki. Ok, við skulum lesa áfram. Maðurinn, hann náttúrulega segir, Herra, kom þú áður en barnið mitt andast, eða áður en barnið mitt deyr. Jesús svaraði, far þú, sonur þinn lifir. Far þú, sonur þinn lifir. Kraftaverka maðurinn Jesús Kristur, hann sagði, já en Jesús, sonur minn langt í burtu. Hvað gerist nú? Ég meina, myndið þú trúa að þú kemur svona út í kirkju og einhver segði, farðu bara til Akureyrar, sonur þinn lifir? Nei, góði minn, kom þú með mér. Þú skalt bara sjá til þess hann lifi. Þú ert að segja hann eigi að lifa. Nei, þessi maður, við skulum aðeins bara pæla í þessu, hann segir, maðurinn trúði því orði sem Jesús mælti til hans og fór af stað, á þess að rífa í hendina á Jesú. En meðan hann var á leiðinni, ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá, hvenær honum hefði farið að létta. Þeir svöruðu, í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn, það var nákvæmlega á þeirri stundu, þegar ég var að tala við Jesú. Og Jesús sagði við hann, sonur þinn lifir. Vá, það var á sama augnabliki. Og hann tók trú á allt hans heimafólk. Þetta var annað tákn, þetta er kraftaverk nr. 2. Þið getið talið heim í dag, ekki, ef þið verið ekki búin að telja þau á næsta sunnudag, þá fáið þið bara fallengun. Þetta var annað tákn sem Jesús gerði þegar hann kom frá Júdeu. Þið verið að vita hvort ég er að segja ykkur satt. Eru fleiri, eru færri. Það er mjög gott að tékka á þessum predikurum. Þeim hætti til að segja bara eitthvað sem þeim dettur í hug. En við skulum aðeins hugsa þetta vers hérna, vegna þess að þetta ónáðaði mig, að þegar Jesús segir, þér trúið ekki nema þér sjáið tákn og stórmerki. Í Matteus 8:8 eða 8:7-8, þar er saga af öðrum manni, hann var 100-höfðingi. Hann kemur til Jesú, sama mál, hann vill fá þjón sinn læknaðan. Og Jesús segir bara strax við hann, ég kem. Og þá segir þessi maður, heyrðu Jesú, þú þarft ekki að koma. Segðu bara eitt orð. Þannig að nú megið þið pæla aðeins með mig, ég var bara að hugsa, af hverju segir Jesús öðruvísi við þennan, svo segir hann allt annað við þennan. Og líka að þér trúið ekki nema þér sjáið tákn og stórmerki, eða undur og tákn. Getur verið, mín hugmynd, ég er ekkert viss að ég hafi rétt fyrir mér. Mér datt tvennt í hug. Jesús var þreyttur. Á öðrum stað segir hann við lærisveinana, ó þú vantrúa kynslóð, hversu lengi á ég að umbera ykkur. Þá voru lærisveinarnir fullir af vantrú. En núna segir hann þetta, vers 48, þér trúið ekki nema þið sjáið tákn og stórmerki. Þannig annarkvort var Jesús eitthvað pirraður, eða, getum líka að hugsa okkur að, hann greindi hvar maðurinn var. Og ég hallast eiginlega meira að því. Af því að þegar hann segir við hinn mannin, ég kem og lækna hann, og þá er það hinn maðurinn, hann átti svo mikla trú að Jesús hafði bara ekki séð því líkt. Það er í Matteus, þið munið eftir sögunum 100-höfðingjan. Þið munið það því sem lesi Biblíuna, hinir munið það ekki. Þið farið heim og lesið það. Og 100-höfðingin, hann hafði svo mikla trú að Jesús var bara hissa. En þessi maður, ég held að Jesús hafi séð í gegnum hann að hann var veikur í trúnni.
En samt Jesús svona hálf ótugtarlegur við hann og hann veikur í trúnni og svo segja þeir sko takið að yður hina trúarveiku og verið góður við það og gefið þeim koss á kinnina og svona. Jesús var ekki alltaf svona næs gæi. Hann var ekki alltaf ægilega næs. Hann stundum bara, hann hristi við fólki. Hann hristi við þeim. Hann segir við mann sem búinn að vera lamaður í 30 ár, 8 ár. Heyrðu vinur minn, þér nú virkilega alvara að þú vilji verða heilbrigður? Sko, þú missir bæturnar hjá Tryggingastofnun. Það númer 1. Þannig að hvernig ætlarðu þá að sjá fyrir þér? Ég meina, sumir hugsa svona að ef þið verði nú heilbrigðir að þá missa þeir bæturnar. Þannig að þeir vilji ekki kraftaverki, allavega ekki alveg strax. En hérna svarar Jesús svona, eða segir Jesús svona, þið trúið ekki nema að sjá tákn og stórmerki. En svo segir Jesús þegar maðurinn hann bara hrópar á hann, Jesús, ekki láta son minn deyja, þá segir hann, far þú, sonur þinn lifir. Og þegar ég var að lesa þetta og hugleiða þetta, þá blessaði það mig svo mikið að ég get komið til Jesú með enga trú og Jesús talar til mín og allt í einu kemur trúin, vellur hún upp í hjarta mínu. Nú ég bara fullur af trú og ég bara geng heim og ég þess fullviss að sonur minn sé læknaður. Og þegar ég var að pæla í þessu að svona mitt á milli, þá var ég spurður spurningar í gær og ég var spurður, hef ég ekki trú nema ég hætti á lyfjónum mínum? Og ég sagði, það hefur ekkert með það að gera, vegna þess að trúin, hún fullvissa. Og veistu það, ef trúin hún spyr ekki spurninga, trúin spyr ekki spurninga, trúin segir, ég hef það, ég með það. Lyf, ekki lyf, skiptir ekki máli, ég læknaður. Trúin fullvissa. Númer 2, þetta Hebreabréfið 11, trúin fullvissa. Og sjáðu svo aftur. Trúin líka sigurinn. Þannig að, sjáðu, þegar þú trúir og segir, Jesús búinn að lækna mig, líkaminn ekki endilega búinn að svara, en andinn búinn að svara og segja það. Og þegar það gerist, andinn búinn að meðtaka trúna, þá ertu læknaður, þú heilbrigður, kraftaverkið hefur gerst, líkaminn verður að hlýða því sem hefur gerst í hjartaðinu vegna þess að sáðkornið komið inn í hjartaðitt og þegar því sáð, þá byrja það að spretta og þetta sáðkorn eilíft andlegt sáðkorn, það Guðs líf í þessu sáðkorni, þannig að líkaminn verður að taka við því og hlýða og beygja sig undir þetta líf. Og þegar þetta sáðkorn kemur inn í líkama með krabbamein, þá byrja þetta sáðkorn að spretta og það svelgir upp dauðan, það étur dauðan, segir Biblían. Lífið svelgir dauðan. Þannig ekki hafa áhyggjur að því hvort þú hefur trú eða ekki trú, ekki vera að pæla í því hvort þú að hætta á meðulum eða ekki meðulum. Þegar trúin kemur, þegar Guð talar til þín, þá verður þú svo uppfylltur, þú verður svo blessaður, þú verður svo glaður, þú veist að 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 þú veist. Amen. Og hvernig get ég eignast svona trú? Já. Þú heyrir frá Guði, þú heldur áfram þangað til þú heyrir. Sjáðu, mér sagt að ég þurfi heyrnartæki, ég trúi því ekki. Já. Stundum, ef þið horfið á heyrnarlaust fólk, þá segja þér, ha? Hvað varst að segja ha? Svo koma þér alveg upp að þér þangað til þér heyra hvað þú segir. Og þannig áttu að lesa Biblíuna þína og þú segir bara við Guð, ha? Þangað til þú heyrir hvað Guð segir, heyrir hvað hann segir, þá kemur trúin alveg með fullum krafti. Bara full power inn. Og lækningin kemur út. Amen. Takk Jesús. Ég sagði ykkur að vera margir skrýtnir hérna. Það ekki? Getur fengið amen.
Sagði það. Eitt annað sem þetta alveg að koma. Eitt annað sem við lærum í þessari sögu að fjarlægð skiptir ekki máli. Þegar Guðs orð talað, við getum beðið fyrir einhverjum í Afríku, við getum beðið fyrir einhverjum í Indlandi, vegna þess að það segir í Tímóteusarbréfinu að Guðs orð verður ekki fjötrað, bundið við ákveðinn stað. Guðs orð, það ekki fjötrað og orðið sem við höfum verið að tala út á bænastundum að Guðs orð verður eldur í munni þínum, segir Jeremía. Jeremía 5:14, orðið verður eldur í munni, ekki hérna í bókinni, orðið bara dött hérna í bókinni, þegar þú tekur það og segir að þá kemur það hérna upp úr bókinni og verður eldur kraftur í munni þínum, segir Guð. Þannig að maðurinn, hann fekk að sjá, við lesum í versi 52, hann spurði þá hvenær honum hefði farið að létta, þeir svöruðu í gær, upp úr hádegi fór hitinn úr honum og þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu sem Jesús hafði sagt við hann, sonur þinn lifir. Þannig að orð Guðs fór bara eins og flugskeyti, það ekki bara góð líking, það fór bara eins og flugskeyti, stelpur, flugskeyti og ekki með kjarnorkusprengju, heldur lækningasprengju og það fór bara og gerði kraftaverk á manni sem var að deyja. Amen. Þannig að þegar þú talar orðið, þá getur orðið farið og vitið að ég tala orðið, við höfum verið að biðja fyrir manni sem í Tyrklandi og ég að biðja þess að Guð sendi engil og bara takja hann út úr fangelsinu. Þið megið biðja það með mér. Þetta búið að vera í heimsfréttunum. Hann búinn að vera 16 mánuði í fangelsi fyrir trú sína á Jesú og ég segi bara Drottinn, ég vill að þú sendir engil og flugskeyti og hvað sem þú vilt til að leysa þennan bróður minn úr fangelsinu. Guð hefur gert það áður og hann getur gert það aftur. Amen. Ég trúi á kraftaverk. Ég trú á kraftaverk. Þú má trúa því sem þú vilt. Ég bara trú á kraftaverk og ég trúi því að kraftaverk fylgi þeim sem trúa á hann. Þannig að á þeirri stundu sem Jesús sagði, sonur þinn lifir, að þá læknaðist drengurinn. Og jafnvel þó að kringumstæðurnar okkar séu oft þannig að okkur finnist Jesús tala svona hastarlega við okkur, að þá hann samt að starfa. Þegar við bara höldum áfram að þrýsta okkur nær honum og sleppum ekki, að þá fáum við að heyra, sonur þinn lifir. Sonur þinn lifir. Og mér alveg sama hvað við erum gömul, eða hvað við erum ung, hvað við erum mörg, hvað við erum fá. Guð hefur kallað okkur til að ganga með sér og ef engin annar ætlar að ganga með honum, þá ætla ég að gera það. Og þú þarft líka að hafa það hugafar. Það skiptir ekki máli. Þú átt ekki að taka ákvörðun, horfa á einhvern annan. Já, ætlar hann að gera þetta? Ætlar hann að fylgja Guði? Ætlar hún að fylgja Guði? Hafið þið tekið eftir stundum að í bíómyndinni sem við horfðum á í gær, þá var dramatískur endir. Og krakkarnir voru nefnilega búin að skrifa undir að Guð væri dauður. En svo var það þegar þessi ungi maður gat sannað fyrir þeim, einn nemandi neitaði að gera það og hann fékk að sanna fyrir þeim að Guð væri lifandi og hann lét aftur, sem sagt, hann bað, hann sagði hverjir trúa því að Guð lifi. Fyrst stóð einn upp, svo litu allir í kringum sig, svo næst upp, svo sá ég litu allir. Og þegar nógu margir voru búin að standa upp, þá stóðu allir upp. Svona það oft að fólk gerir eins og aðrir gera, en Guð hefur ekki kallað okkur til að gera eins og aðrir gera, heldur eins og hann gerir. Ef að Jesús gerir kraftaverk, þá vill hann líka að þú gerir kraftaverk. Hann sagði lærisveinum sínum að fara út og lækna sjúka og tala líf. Amen. Segja öðrum frá að það til lifandi Guð og hann lifir. Ég elska Jóhannesar Guðspjall.
Það fullt af kraftaverkum og það fullt af sögum Jesú. Amen. Þannig að við báðum fyrir einni konu hérna næst síðasta sunnudag. Og hvernig heilsan? Já, að sjálfsögðu. Miklu betri. Já. Hún sagði mér, ég hitt hana. Já. Amen. Takk Jesús. Þannig það gott. Þannig að Guð, hann vinnur í okkur þegar við komum til hans.